Það markmið okkar, finnst mér, og það það sem við ræðum í bjartri framtíð, að það hljóta að vera svona megin viðfangsefni að þjóðin sem eigandi auðlindarinnar fái hámars arð af nýtingu hennar. Og það okkar skoðun að það sé heppilegast að nýta einhvers konar aflamarkskerfi, þar að segja að úthluta einstaklingsbundnum aflaheimildum magni til einstakra aðila. Það sé best til þess fallið að stuðla að því að arðurinn verði sem mestur. Við teljum líka að það sé nauðsynlegt að ganga þannig frá málum að það séu ævinlega þeir sem bestir eru til að annast veiðarnar fyrir hönd þjóðarinnar, vil ég segja, og hámarka arðinn sem hafi heimildirnar, og það verði þess vegna að tryggja það að það sé með einhverjum hætti úthlutað með uppboðsaðferðum. Varðandi byggðakvóta, þá engin vafi í okkar huga að fólk sem býr í byggðum, það sem hefur verið sögulega og lengi byggt á fiskveiðum, á rétt á því að það sé sérstaklega lítið til hagsmuna þess. Og það viðfangsefni. Hins vegar höfum við miklar efasemdir að byggðatengingar eða byggðakvóti sé endilega besta lausnin. Við útilokum það alls ekki. Ég held að menn eigi ekki að hjakka í sama farinu. Ég held frekar að við eigum að taka arð út úr fiskveiðistjórnarkerfinu, hámarka arðinn, taka síðan arð út úr honum og úthluta peningum frekar en fiskveiðiheimildum til þessara byggðarlaga. Það sé miklu líklegra til þess að sé hægt að byggja upp fjölbreyttari atvinnutækifæri, leita nýrra leiða, ekki vegna þess að fiskveiðar séu ekki góðar og mikilvægar, heldur líka vegna þess að við verðum að horfast í augu við það að það yfirgnæfandi líkur á því að tæknin leiði til þess að störfum í fiskveiðum og fiskvinnslu fækki, og það ekki skynsamlegt að loka augunum fyrir því þegar við veltum fyrir okkur hvernig við styrkjum byggðir sem standa höllum fæti. Markaðurinn verður að stjórna því, þannig að þeir sem eru tilbúinir að borga mest, þeir fá, og þeir verða síðan að sýna það í verki að þessi fjárfesting sé vitleg með því að græða nægilega mikið á hverju kílói sem þau kaupa. Ég sannfærður það að sóknarkerfið hefur þannig mikla galla að það leiði til fjárfestingar þar sem bátar og jafnvel sjómenn sem eru auður líka mannauður eru verklausir marga daga ársins og bátarnir liggja við bryggju, engum til gagns, og það fjárfesting sem bara samkvæmt almennu lögmálum held ég, og menn þurfi ekki að hafa lært hagfræði til að skilja það, og ég hef ekki gert það, vond, og hún sóar peningum, þannig við erum að eyða meira í því að ná í þann fisk sem við getum náð en við þurfum. Arðurinn verður minni og þjóðin tapar og þjóðin eigandi. Að áhugi minn á arði snýst eingöngu það að þjóðin fái sem mest út úr þessu. Til þess að nýta í skólana, til þess að nýta í heilbrigðiskerfi, til þess að nýta í hitt og þetta sem okkur vantar peninga. Ef við stjórnum fiskveiðar þannig að við eyðum meiri peningum í að ná í fiskinn á þess að verðmætið aukist en við þurfum, þá minnkar þessi arður. Og ég, svo sem allir geta endilega ætlast til þess að allir séu sammála mér að það sé rétt hagfræði, ég mun ekki hvika frá því að það eftirsóknarvert að draga úr kostnaði. Það með 2 báta til að ná í 1 fisk og 2 áhafnir til að ná í 1 fisk þegar hægt að gera það með einum tvöfaldur kostnaður. Og sá kostnaður dregst frá þessum fiskveiðarði og þjóðin sem á auðlindina mun þá geta sótt í minni arð. Það þarf einhver að útskýra fyrir mér að þetta ekki mikilvægt að hafa í huga við fiskveiðistjórnun. En ég hins vegar líka alveg harður á því að það á að nýta þennan arð meðal annars til þess að styrkja byggðir sem standa höllum fæti því það réttlætismál. En mér finnst að við eigum að nýta arðinn til þess að byggja upp ný atvinnutækifæri. Ekki hugsa bara það að ég halda áfram að veiða fisk og vinna fisk. Auðvitað á að gera það. En þar munu atvinnutækifærin minnka af tæknilegum ástæðum. Við erum að horfast í augu við það. Og mér finnst það miklu lýðræðislegra að láta fólki sem býr í þessum byggðum fá bara beinharða peninga og spyrja það
hvernig viljið þið haga uppbyggingu hér til framtíðar? Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þið getið hagað ykkar atvinnulífi hér til framtíðar? Ef þið viljið kaupa kvóta fyrir peningana, gerið það. Ef þið viljið gera eitthvað allt annað, gerið það. Við skulum ekki ákveða það fyrir ykkur. Peningar eru betri en kvóti að þessu leyti. Já, ef þið vilja ekki búa þar og fá peningar til þess að byggja um eitthvað annað, það er fólki sem ég ætla ekki að knýja fólk til að búa einhvers stað, fólki sjálft á að ráða því. Og peningar munu gagnast í betur heldur en kvóti, sem við getum breytt í peninga. Það er mín. Já. En ég hef ekki þess að spekja svo Davíð Oddssyni svo það sé á hreinu. Nei, kvóti eru peningar. Þið eru alltaf að tala, þið getur tekið kvót og selt og fengið peninga. Já, kvóti eru peningar, það er kerfið og það er ekki rétt að það sé lögbrot. Þú getur, þetta má samkvæmt lög og það má framselja hennar rétt. Það má framselja hennar rétt. Það má ekki gera um að afhendan. Mátt ekki selja, mátt ekki leigja. Það má framselja hennar rétt samkvæmt lögum. Nei, það er ekki selja. En ég ætla svo sem ekki að deila það meira. Fiskveiðistjórnarlögum. Ég er ekki að segja sér gott eða vont, það má, þið megið, hlustið aðeins á mig, þið megið framselja leigusamning. Þið þurfið ekki eiga allt sem þið framseljið. Ja, þið megið framselja leigusamning, þið getið farið á að selta. Þannig að ef þið viljið trúa þessu svona, allt í lagi Mývatn. En þið munið ekki fá þetta staðfest í Hæstarétt og það er mælikvarðinn á hverju lög í Íslandi.